Komið sæl, ágætu bæjarfulltrúar. Ég set hér með fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar númer 549, haldinn í fundarsal Breiðumjörg 20, mánudaginn 18. júlí 2022, klukkan 17. Og hér að gefnu tilefni langar mig til að hefja þennan fund á því að höfða til samvisku allra okkar bæjarfulltrúa hér í bæ að lendum við í þeirri stöðu sem upp kom hér á fimmtudaginn eða öllu heldur á þriðjudaginn að við vöndum til verka og gerum athugasemdir strax svo bregðast við megi í tíma og unnið sé að hag sveitarfélagsins alls og allra íbúa. Að þessu sögðu þá spyr ég hvort að ætli að lesa upp hverjir sitja hérna fundinn. Það er sem sagt Jóhanna Jóhannsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Alda Pálsdóttir, Sigmar Karlsson og Helga Kristjánsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Og nú ætla ég sem sagt að bjóða Sigmar Karlsson velkominn á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund og leið ætla ég líka að kanna hvort það séu einhverjar athugasemdir við fundarboðið. Þær eru engar og þá bara snúum við okkur til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er bréf frá Aldísi Hafsteinsdóttur frá 15. júlí 2022. Lagt er fram bréf frá Aldísi Hafsteinsdóttur frá 15. júlí 2022 þar sem hún tilkynnir að þar sem hún hefur flutt lögheimili sitt úr Hveragerði sé hún ekki lengur kjörgeng sem bæjarfulltrúi í bæjarstjórn. Og vill bæjarstjórn þakka Aldísi Hafsteinsdóttur fyrir störf hennar í bæjarstjórn og viðtekur Sigmar Karlsson sem bæjarfulltrúi í hennar stað. Orðið er laust þennan dagskrárlið. Þá bara ekki voru neinar umræður þetta, þá snúum okkur að... Samþykkt. Jú, er það ekki? Þeir sem eru samþykkir þessu, gefum ekki. Það er samþykkt samhljóða. Og mál númer 2, það er fundargerð bæjarráðs frá 14. júní 2022 og þar eru eftirfarandi liðir afgreiddir sérstaklega. Það eru sem sagt 9, 15, 20, 22, 23 og 24. Og ég gef þá orðalaust lið 9. Og enginn kveður sér fyrir ljós, þannig að ég ber lið 9 upp til samþykktar, þeir sem samþykkja gefum ekki. Samþykktu samhljóða liður 15, orðalaust. Enginn kveður sér hljóðs og ég ber því, er hann samþykktur? Hann er samþykktur samhljóða liður 20, orðalaust liður 20. Það er leikskólinn í Kambalandi, samningur hönnun. Orðið gjör svo vel, Njörður. Ég ætla bara aðeins að fara yfir þetta mál. Þegar við tökum hér nýr meirihluti eftir kosningar þá tökum fyrir að ekki er búið að gera samning við Ask Arkitekta hönnun á leikskólanum. Og til upprifjunar að þá var ákveðið á bæjarstjórnarfundi í október 2021, eða fyrir 8 mánuðum, að ganga til samninga við Ask Arkitekta og þáverandi minnihluti gerði nú athugasemdir við að væri verið að taka slíka stóra ákvörðun undir fundargerð fræðslunefndar. Við óskuðum eftir að það yrði frestaðan viku að taka þessa ákvörðun svo að við getum kynnt okkur málið betur. Því hafnaði þáverandi meirihluti Sjálfstæðisflokksins vegna þess að lá svo mikið á að fara af stað með þetta. Svo 8 mánuðum síðar kemur í ljós ekki búið að gera samning. Einu sinni. Það er ekki búið að nýta tímann sem að lá svo mikið á að fara í þetta allan á tíma. Þannig að viltu bara koma þessu að. Takk fyrir þetta, Njörður. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan lið? Ekki kveða fleiri sem hljóðs og ber ég þennan lið upp til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 22. Orðalaust. Lóður umsóknum friðarstaði 5 og 7 og skurðframlenging og fresti vegna framkvæmda. Já, er það liður tjónamat? 22, nei.
Þeir sem eru samþykkt lið 22 gefa merki. Það er samþykktur samhljóða. Þá er það liður 23 umsókn leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélags. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þennan lið undir til samþykktar. Samþykktur samhljóða. Liður 24, orðið laust hann. Það er umsókn leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélags. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykki gefa merki, hann er samþykktur samhljóða. Og nú gef ég orðið laust fundargerðina í heild sinni. Sigmar Karlsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, þá kemur henni í pontu. 21, með tryggingamálið varðandi Hamarsveit. Það er ekki rétt hjá hann, það er ekki lið 21. Jú. Sko, það sem við erum að velta fyrir okkur í rauninni er að því okkur finnst mikilvægt að hámarka tryggingabætur út úr þessu tjóni er í rauninni bara hvort að það hefur farið fram fundur með Sjóvá þar sem að tryggingabæturnar hafi verið ræddar. Ef svo er, hvað kom út úr þeim fundi og ef ekki, hvort að standi til að halda fund þar sem að bæturnar verið ræddar. Takk Sigmar, og ég ætla bara svona kannski að rétt að minna það þegar maður kemur hérna í pontu það ávarpa maður forseta og bæjarfulltrúa. Allt í góðu. En óskað hefur nú þegar verið eftir því að fá fund með Sjóvá, en vegna sumarleyfa hefur sá fundur ekki orðið ennþá. Vegna sumarleyfa starfsfólk innan þess að gera, bæði innan Verkís og hjá Sjóvá. En við munum að sjálfsögðu kalla eftir þessu fundi, af því að það er nú þegar ljóst að sérstaklega fulltrúar Verkís eru ekki á eitt sáttir við þær bætur sem okkur eru lagðar til. Já. Þá ber ég þessa fundargerð bæjarráðs til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3 fundargerð bæjarráðs frá 30. júní 2022. Liðir sem afgreiddir eru sérstaklega eru 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18 og 21. Liður 3, það er bréf frá Mennta- og barnamálaráðuneytinu frá 24. júní 2022. Orðið laust þannig. Enginn kveður sér til hljóðs og ber ég hann því samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Liður 4, bréf frá sýslumannum á Suðurlandi frá 20. júní 2022. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og því ber ég þann lið undir. Samþykkt samhljóða. Liður 5, bréf frá sýslumannum á Suðurlandi frá 21. júní 2022. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég hann því undir fundinn til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Liður 8, bréf frá tónlistarskóla Árnesinga frá 10. júní 2022. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég hann því undir fundinn. Samþykkt samhljóða. Liður 11, bréf frá Einfalt EHF frá 28. júní 2022. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og ég ber hann því undir fundinn. Liður 11, samþykktur samhljóða. Liður 14, minnisblað frá leikskólastjórum forgangsúthlutun leikskólaplássa. Orðið laust. Nú enginn kveður sér hljóðs og ber ég því þennan lið undir fundinn. Samþykktur samhljóða. Liður 16, minnisblað frá leikskólastjórum talmennifræðing við leikskóla Hveragerðisbæjar. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, ég ber þennan lið undir fundinn og liður 16 er samþykktur samhljóða. Liður 18, minnisblað frá forstöðumanni frístundamála skráningu á viðveru í frístundaheimilinu. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og því ber ég lið 18 undir fundinn. Liður 18 er samþykktur samhljóða. Liður 21, ráðgjafarsamningur hönnun á stækkun grunnskólans í Hveragerði, áfangi 3. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og því ber ég lið 21 undir fundinn og liður 21 er samþykktur samhljóða. Orðið er nú laust fundargerðina öllu leyti.
Og enginn kveður sér hljóðs og berjum því fundargerð í heild sinni undir fundinn. Hún er samþykkt samhljóða. Afsakið. Þá er það liður 4, fundargerð bæjarráðs frá 7. júlí 2022 og þar eru sérstaklega afgreiddir liðir 1, 2 og 4. Liður 1, bréf frá Örk Fasteignir ehf. Frá 28. júní 2022. Orðið laust. Nú, enginn kveður sér hljóðs og því ber ég lið 1 undir fundinn til samþykktar. Liður 1 er samþykktur samhljóða. Liður 2, bréf frá Elvari Þrastarsyni frá 28. júní 2022. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og því ber ég lið 2 undir fundinn. Liður 2 er samþykktur samhljóða. Liður 4, minnisblað frá forstöðumanni skóla og velferðarþjónustu ráðningu ráðgjafa þroskaþjálfa. Orðið laust. Sigmar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Við erum að forseti. Það sem við erum að velta fyrir okkur í bókun og þetta í bæjarráði ef ég man rétt. Það sem við vorum eiginlega að benda á að því að það liggur fyrir að fara í heildarendurskoðun á stjórnsýslukerfisbæði, hvort að þetta sé tímabært að fara í svona ráðningu. Og svo er ég einnig að velta fyrir mér bara starfandi í skólastarfi að hvort það sé henni ekki meiri þörf á þroskaþjálfun inn á gólfi frekar heldur en inn á skrifstofu. Og þess vegna spyr ég eiginlega bara hvert verður hlutverk ráðgjafa þroskaþjálfa. Takk fyrir þetta, Sigmar. Ég ætla kannski aðeins að fá að bregðast við þessu, svo gefum við orðið laust áfram. En eins og staðan er þegar við tökum við, þá er þetta góð ábending og að sjálfsögðu erum við að fara í þessa stefnumótun og greiningu á starfsemi bæjarins. En miðað við þá stöðu sem okkur er lýst hér á skrifstofunni, að þá er bara orðið aðkallandi að bregðast við því að sinna þessum málaflokki betur. Það er víst komið að bara ákveðnum þolmörkum sem ekki verður gott að láta bíða öllu lengur. En ég gef orðið ennþá laust þennan lið. Já, ég myndi bæta við. Ég er ekki ennþá búinn að átta mig á því hvert hlutverk ráðgjafa þroskaþjálfa er. Svo er ég líka að velta fyrir mér skóla og velferðarþjónustan kemur með þessa tillögu en þessi starfsmaður á samt að vera hjá Hvergilsbæ. Af hverju ekki hjá skóla og velferðarþjónustunni? Og svo einnig hefur farið eitthvað samráð fram við skólastjórnendur í bænum þetta. Af því ég nú þekki kannski leikskólastarfið minna heldur en grunnskólastarfið en ég held að það vanti töluvert upp á þroskaþjálfun. Ég fagna því að sé verið að ráða inn þroskaþjálfa, en ég vil að það sé gert á réttum forsendum og að byrja á réttum enda. Það er erfitt að vera með ráðgjafa hverjum á hann að gefa ráð. Því það haldið að vera fyrst að manna þroskaþjálfun og svo að búa til skrifstofustað þar sem hægt er að dýpka þá þekkingu. Takk Sigmar, fleiri sem Sandra, við erum orðið ekki svör. Ég held að segja ég náði einnig spurningu sem hefur átt samræðu skólastjórnendur. Ég held að miskilja að því að þetta er ráðgjöf í málefnum fatlaðs fólks sem að sinnir þá ráðgjöf fyrir fatlaða einstaklinga og fjölskyldur þeirra og ef við lesum bara auglýsinguna sem kemur til að birtast. Hvergilsbær óskar eftir ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólk í 100% starf og ráðgjafinn er hluti í rauninni eins og þú segir af félagsþjónustu Hvergilsbæjar og náttúrulega líka af byggðasamlaginu skóla og velferðarþjónustunni. Það starfar enginn í þessum málaflokki hjá Hvergilsbæ og við vorum með starfsmann sem sinnti þessu starfi en hún vinnur ekki hér lengur, þannig að það er enginn hér starfsmaður hjá Hvergilsbæ sem sinnir þessari lögbundnu þjónustu að sinna í málefnum fatlaðs fólks. Þannig að og við vitum það og ég held við vitum það öll hér inni að það er mjög þarft málefni og það þarf
allir að taka vel til hendinni þarna að sinna þessum hópi. Við erum með einstaklinga sem sinna öldruðum og í félagsþjónustunni en það enginn sem sinnir þessu. Þannig að já, en það sjálfsög gert krafa á starfsréttindi á svið þroskaþjálfunar eða önnur menntun sem nýtist að starfi. Og þannig að þetta ekki, auðvitað tenging milli grunnskólans og íbúanna að sjálfsögðu en þetta svona almennt bara fyrir fatlað fólk. Þannig að þetta ekki eingöngu fyrir börnin, þetta erum við að taka þetta viðtaka eins og okkur ber skylda til að gera. Þannig að já, svaraði ég öllum spurningum. Takk fyrir þetta Sandra. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan lið 4? Ekki kveða fleiri sem hljós, þá ber ég lið 4 undir fundin til samþykktar. Þessi lið eru samþykktur með 5 atkvæðum en þeir sem eru á móti. Enginn á móti, þeir sem setja hjá gefa merki. Minnihlutinn situr hjá í þessum lið. Ég ber því fundargerðina upp að öðru leyti eða gef orðið laust fundargerðina. Gjörðu svo vel, Alda. Ég ætla að leggja frá bókun með 4. Númer 3. Bókunin hljóðar svo: fulltrúar D-listans leggja mikla áherslu á að við uppsetningu axlabelsins verði hugað vel að undirbúningi hans til þess að tryggja að loftþrýstingur verði með viðunandi hætti. Einnig teljum við mikilvægt að hugað verði að uppsetningu girðinga til þess að fyrirbyggja óæskilega umferð belginn. Og undir þetta rita Alda. Það var smá undirbúningi átt að vera undirbúningi. Undirlagi, já. En ég skal senda Helgu. Já, orðið laust þennan lið Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, Sjálfstæðisflokknum fyrir ábendingarnar sem reynda að koma fram í tillögunni sem kemur. Fram umhverfisdeild verður falið að setja girðingu eða aðrar úrbætur kringum belginn til að sporna við því að hjól komist upp á belginn sem var þess valdandi að niðurlægast. Ef ég þekki söguna rétt þá var þetta þriðji belgurinn sem fer upp. Þannig að þess að fyrsti, hann var misheppnaður og svo eyðilagðist sá númer 2 eins og við þekkjum fyrir hvað? 2 árum eða 2 árum. Ekkert hefur gerst fyrir nú. Þannig að það bara mikið fagnaðarefni að við séum loksins að koma þessu upp í 2 ár og hefðu auðvitað átt að setja upp strax og hinn eyðilagðist. Takk Njörður, eru fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð bæjarráðs frá 7. júlí? Ekki kveða fleiri sem hljós og því ber ég fundargerðina undir fundinn til samþykktar. Fundargerðin samþykkt samhljóða. Næsta dagskrárliður nummer 5, það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 28. júní 2022 og þar eru afgreiddir sérstaklega liðir 2, 3 og 6. Liður 2, Laufskógar 31, umsókn fjölgun bílastæða á lóð. Orðið laust þennan lið. Ekki kveða lið sem hljós og því ber ég þennan lið undir fundinn. Liður 2 samþykktur samhljóða. Liður 3, Austurmerk 14, umsókn breytingu á deiliskipulagi. Orðið laust. Já, ég ætla að fara aftur, ég ætla að lesa aftur lið 2, Laufskógar 31, umsókn fjölgun bílastæða á lóð og hann ágreiddur sérstaklega og ég ætla að lesa upp bæjarstjórn samþykkir bókun nefndarinn og synjar umsókninni. Og þannig að ég tek aftur fyrir lið 2 og ég ætla að biðja ykkur að gefa aftur merki hvernig þið bókinn. Þeir sem samþykkja þessa bókun, gefa merki. Allir sammálaðir þessari bókun, Helga. Og þá það lið 3. Austurmerk 14, umsókn breytingu á deiliskipulagi. Hún afgreiddur sérstaklega og ég gef orðið laust.
Taka þessu engi ljós og hér er tillaga bókun. Bæjarstjórn samþykkir bókun nefndarinnar og synjar breytingu á deiliskipulagi. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Samhljóða. Nú þá er það liður 6, Árhólmar 1, þjónustumiðstöð deiliskipulagsbreyting. Orðið laust. Og engin kveður þessu ljós og ég er með tillögu að bókun. Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Árhólma vegna Árhólma 1 í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Samþykkt samhljóða. Nú ég ber fundargerðina upp eða gef orðið laust fundargerðina heild sinni. Nú engin þessu hljós og þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefa merki. Fundargerðin er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 6 sem er fundargerð umhverfisnefndar frá 29. júní 2022. Þar er liður 1 afgreiddur sérstaklega. Nú það er kynning á verkefnunum umhverfis- og garðyrkjudeild afgreiddur sérstaklega. Og hér er, já, ég sem sagt gef orðið laust þennan lið. Takk fyrir þessu engi ljós og ég ætla að lesa hér tillögu af bókun. Bæjarstjórn samþykkir að vísa þeim liðum í bókun nefndarinnar sem fela í sér fjárútgjöld til gerðar fjárhagsáætlunar. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú fundargerðin að öðru leyti. Sölvjörður. Það er bara komið hér upp og ég sé að hér eru komið mjög metnaðarfullir fulltrúar í umhverfisnefnd sem að heldur mjög langan, sinn fyrsta fund og hann var mjög langur frá 17-21-30. Ég vil bara fagna því að við höfum svona öflugt fólk sem hefur svona mikinn áhuga á þessu málu sem að er verið að taka fyrir og metnaðar og jafnframt að verkefni sem hafa farið yfir, mér skilst að á fundinu hafa verið farið yfir flest verkefni umhverfisfulltrúa og garðyrkjudeildar og kanna hver staðan á þeim var og ég vil bara koma því að hér að ég er virkilega ánægður að sjá svona mikið metnað og öfluga einstaklinga í nefndastörfunum, bæði þessar nefnd og öðrum eins og skipulags- og mannvirkjanefnd. Takk fyrir þetta Njörður, fleiri sem kveður ljós eftir þessum lið. Og þá ber ég fundargerðina bara undir fundargerð umhverfisnefndar til samþykktar. Þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. dagskrárlið. Mér aðeins beður að bíða Já. upplýsingar að sjáumst ekkert í streymi. Taka hlið eða bara hún er á stríma. Það er alls að spyrja. Ok. Sjáum við þetta á sinni. Þú ekki bara á með það? Hvað er þið? Svo hvort að við fáum þetta ekki í tala. Ég geta að segja leiðin. Þannig að ef maður fer inn á bekkinn á hverjum.is þá gefum bara hérna villaði að opna. Já, okkurlega. Það er spurning hvort við erum að taka fundar Já. hér og aðeins að finna út úr þessu. Við ætlum að þar sem að ekki verið störa hérna streymi í gangi þá ætlum við að taka örstutt fundarhlið klukkan 17:24.
Skemmtilegt. Það setja hérna eða á eða Síðast. Maður hætti að skrifa það. nei, Nei, það er Það bara... er ekki á neina. það er bara ekki Ég myndi að það er ekki mynd, sko. Þú veitur hvað ég gerði þetta fram. Nei, það er bara... Hljóðið er, sko. Hljóðið er. Það er stíkunni, sko. það er Já, það spurði hvort að þú getur bara ekki endurist þetta eða eitthvað. Það var góða íslensku. Já, loka. þá náttúrulega er upptakan fyrir sko, upptakan er í gangi, Ok. Já, þannig að það er nóg, þó sé ekki mynd. hún er ekki bein en upptakan er í Já, gangi já, sko. þá Það er dugar það ekki. Það við að fórhaldur á. og foreldrar. Það virkar ekki á okkur þetta. Ekki ennþá. Flottur, þetta er spans. Það virkar í mér. Þetta er allt. Hann er bara blík. Heyrðu, ég það ekki bara að setja hluta til líka. Við göngum aftur til dagskrár 1728 og það er 7. liður ráðning bæjarstjóra. Alls bárust 23 umsóknir starf bæjarstjóra en 4 umsækjendur drógu nöfn sín tilbaka. Nú les ég hérna frá meirihlutanum. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar lögðu fram leggja fram eftirfarandi tillögu. Í samræmi við málefnasamning okkar Hveragerðis og Framsóknar var auglýst eftir bæjarstjóra Hveragerðisbæjar þann 16. júní síðastliðinn. Umsóknarfrestur var til og með 30. júní. Alls bárust 19 umsóknir starf bæjarstjóra Hveragerðisbæjar. Að afloknu ráðningarferli og viðtölum við hæfstu umsækjendur leggur meirihlutinn til að Geir Sveinsson verði ráðinn í starf bæjarstjóra. Forseta bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs er hér með þá falið að ganga til samninga við Geir starf bæjarstjóra í Hveragerði og ráðningarsamningur er lagður fyrir fund bæjarráðs til samþykktar. Undir þetta skrifa Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Njörður Sigurðsson, Sandra Sigurðardóttir. Orðið er laust þennan lið. Njörður, hver svo?
forseti. Okkar að fagna við erum komin að góðri niðurstöðu í þessu ferli og ég held að við höfum fundið góðan einstakling til þess að gegna starfinu. Ég vil líka nefna að það er sérstaklega ánægjulegt að við fórum í þetta ráðningarferli og ákváðum að auglýsa og ráða svo á faglegum forsendum. Og það er bara í fyrsta skipti í mjög langa tíma sem það hefur verið gert. Og það er okkar von og við vitum það hefur heppnast vel þessi tillagaða ráðningu og að hér fáum við þá bæjarstjóra sem að starfi fyrir alla bæjarstjórn og minnihlutinn hafi jafnframt aðgang að viðkomandi aðilum varðandi sín mál. Það er svona eðli þessa ráðin faglega, það er að bæjarstjórinn starfar fyrir alla bæjarstjórn og alla bæjarbúa. Takk fyrir þetta Njörður, eru fleiri sem vilja þessi ljós? Vel, Ótta. Forseti. Ég ætla aðeins að leiða þetta, voru ekki 23 sem svo? Jú. Ekki 19. Ég las, Já, komið 23 ár. já, og 4 tróðabæk. Já. Ég ætla að lesa bókun frá okkur sem er svohljóðandi. Í ljósi þess að fulltrúar D-listans fengu ekki tækifæri til að koma að ráðningarferlinu frá upphafi og þar með talið ekki aðgang á gögnum alla umsækjendur á meðan ráðningarferlinu stóð, hafa fulltrúar D-listans ákveðið sitja hjá við ráðningu bæjarstjóra. Fulltrúar D-listans vænta góðs samstarfs við nýjan bæjarstjóra og óska honum velfarnaðar í starfi. Og undir þetta rita Alda og Sigmar. Orðið er laust áfram með þennan líf. Njörður, gjör svo. Það var þannig að fengum til okkar ráðningarstofu til þess að aðstoða við ráðningarferlið. Svo tóku formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar fyrstu viðtöl við þá 6 hæfustu. Síðan var smækkaði sá hópur niður í 3. Þá buðum við fulltrúa frá Sjálfstæðisflokknum að sitja það viðtal sem hann og gerði og ég held að það hafi einmitt verið fínt og hann spurði meðal annars bæjarstjóra ýmissa spurninga, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn kom vissulega að þessu ferli og ég þykir leitt að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að sitja hjá vegna þess að hér erum við að ráða á faglegum forsendum en ekki pólitískum eins og Sjálfstæðisflokkurinn lagði upp með sitt bæjarstjóraefni. Það er svona, eins og ég nefndi hér áðan, þá er það okkar von að með þessari ráðningu að þá fáum við bæjarstjóra sem er tilbúin að starfa með öllum í bæjarstjórn, ekki bara meirihlutanum. Það er gífurlega mikilvægt og það þekkjum við sem höfum starfað í minnihluta mjög lengi, að það er gífurlega mikilvægt að hafa aðgengi að bæjarstjórunum varðandi ýmis mál. En það í raun og veru með fullri virðingu fyrir þeim sem gegndi bæjarstjórastarfinu áður, þá er það í raun og veru ekki möguleiki á minnihluta þegar bæjarstjóri hluti af meirihlutanum að leita með ýmis trúnaðarmál og annað til viðkomandi bæjarstjóra en ég á von á því að það verði hægt þegar bæjarstjóri er ráðinn á faglegum forsendum. Þannig að ég tek undir það sem Alda sagði hér áðan að ég vænti góð samstarfs í bæjarstjóra, bæði meirihluta og minnihluta og í bæjarstjóra. Takk fyrir þetta Njörður. Eru fleiri sem vilja tjá sig lið 7? Ekki biðja fleiri orðið en ég ætla þá bara að byrja því að leggja fram hérna tillögu meirihlutans sem ég las hér í upphafi sem hljóðar upp á það að sem sagt gengi verið til samninga við Geirs Sveinsson og þeir sem samþykkja það gefi merki. Sú tillaga er og þeir sem eru á móti, enginn móti, 5 með, enginn móti þeir sem sitja hjá og
þetta skorst þannig að meirihluti samþykkir ráðningarferli við Geir Sveinsson. Það eru 5 þá og 2 sitja hjá. Nú, þá það 8. liður, tillaga frá okkar Hveragerð og Framsókn uppbyggingu Hamarshallarinnar og skipan í hönnunarhóp. Njörður Björnsson. Forseti, meirihluti leggur fram eftirfarandi tillögur sem við ætlum að lesa hér upp. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar leggja til að farið af stað með hönnun og útboð á nýrri Hamarshöll á grunni þeirra sem fauk þann 22. febrúar síðastliðinn. Lagt til að Hamarshöllin verði einangra hús með burðarvirkju stálgrind eða öðrum föstum efnum. Lagt til að skipað verði hönnunarhópur til að gera tillögu hönnun hússins, þar með talið fyrirkomulag, íþróttavelli, aðstöðu og annað sem við það. Hönnunarhópur skilið tillögu í síðasta lagi 15. ágúst 2022. Í framhaldinu verði farið í alútboð á hönnun og byggingu nýrrar Hamarshallar. Lagt til að hönnunarhópinn skipi eftirtaldir aðilar: Jóhanna Margrét Hjartardóttir, menningar- og frístundafulltrúi, Jón Friðrik Matthíasson, byggingafulltrúi, Þorsteinn T. Ragnarsson, stjórn Íþróttafélagsins Hamars, Sandra Sigurðardóttir, formaður bæjarráðs, Halldór Benjamín Hreinsson, varaformaður bæjarráðs, Andri Helgason, formaður menningar- og frístundanefndar, Arnar Ingi Ingólfsson, formaður skipulags- og mannvirkjanefndar, Hlynur Kárason, fulltrúi skipulags- og mannvirkjanefnd, auk 2 fulltrúa frá minnihlutanum. Með þessu fylgir greinargerð og hún hljómar svo. Mikilvægt að bæjaryfirvöld horfi til langs tíma við uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hveragerði. Upplýsingar sem komið hafa frá Duol, hinu slóvenska framleiðanda á loftbornu íþróttahúsi, hafa verið ófullnægjandi og ekki fengist mikilvægar upplýsingar gæði dúksins og ástæðu þess að húsið féll þann 22. febrúar síðastliðinn. Því rétt að Hveragerðisbær horfi á aðrar og varanlegri lausnir við uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum. Stefnt að því að ný Hamarshöll sem verði einangra hús með burðarvirkju úr stálgrind eða öðrum föstum efnum verði komin upp haustið 2023. Til þess að svo megi verða þurfa upplýsingar hönnun að liggja fyrir í ágúst og útboðsgögn verða tilbúin í haust. Þá er lagt til að farið verði leið alútboðs þar sem hönnun og bygging verði boðin út í heim. Já, takk fyrir þetta. Nú er orðið laust þennan lið. Sigmar, gjörðu svo vel. Forseti, ég er náttúrulega fögnuð því að það sé verið að þetta mál sé að þokast áfram. Og ég er kannski ekki nefnilega alveg sammála því sem við erum að gera. En það sem við erum að velta fyrir okkur svona kannski til að byrja með. Það fyrsta sem maður hlýtur að velta fyrir sér þegar maður fer í svona framkvæmd, hvað kostar það? Og það hlýtur að vera fyrsta mál á dagskrá. Og mér fannst bæði Framsóknarflokkurinn og okkar Hveragerði tala mjög skýrt í kosningabaráttunni kostnað á stálgrindarhúsi og jafnvel lífeyrishúsi fyrir kosningar. Þannig að nú spyr ég, hvert ykkar mat á frumgreining á því hvað kostnað þessi bygging verður í sér? Takk fyrir þetta, Sigmar. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir spurningarnar. Það sem við höfum fengið verðhugmyndir það eins og var talað í kosningabaráttunni, það í stálgrindarhús sem dúk og einangrað hús annars vegar og hins vegar í stálgrindarhús með íleiningum. Og þetta eru mismunandi kostir í þessum húsum auðvitað og þessi hús geta farið beint ofan á þann grunn sem er þegar til staðar en þó þarf að styrkja eitthvað grunninn og það er misjafnt eftir þessum gerðum hversu mikið það þarf að gera vegna þess að burðarvirkið er misþungt og svo framvegis. Og verðhugmyndir sem við höfum fengið til leiðréttingar ef ég fer með rangt mál sem við höfum fengið í stálgrindarhús með dúk, það er einangrað stálgrindarhús með dúk, ekki ósvipað á það sem við séð í Mosfellsbæ,
heitir Fellið þar, Knattspyrnuhús þar og eða í Kaplakrika í Hafnarfirði sem að vísu óeinangur þar. Það eru 235 milljónir, ekki rétt milljónir. Hin leiðin sem að Stálgrindarhús með íleigingum, það eru komið upp 500 milljónir króna, auk þess virðisaukaskattur, þannig að kringum 620 milljónir. En það er líka rétt að bæta við að fyrir kosningar þá var hugmynd hjá meirihluta Sjálfstæðisflokksins að byggja hér við íþróttahúsið og fór af stað hópur til þess að kanna það og það sjáum við auðvitað að þessi hópur sem við erum að setja af stað núna, hann er eiginlega alveg eins samsettur og svo fyrir. Og þá var hugmyndin að byggja við gamla íþróttahúsið hér í Skólamörk og það átti að vera held ég 600 til 700 fermetra bygging og möguleiki líka að hafa kjallara undir. Á þeim tímapunkti lá ekki fyrir hvað það myndi kosta, en það má áætla að verð fyrir 600 fermetra hús séum hér viðbyggingu séum 300 milljónir króna og ef það hefði verið farið í kjallara þá verið komin í 500 milljónir. Þannig að það sem við sjáum fyrir okkur og ég held og ég vona að Sjálfstæðisflokkur sé sammála okkur í því að við tökum það fjármagn sem átti að fara í viðbygginguna og setjum það í nýja Hamarshöll sem er þá varanlegt hús, ekki bráðabirgðalaust sem að loftborið hús í raun og veru, en það stendur auðvitað ekki til framtíðar. Þannig að þetta er svona þær tölur sem við erum að horfa á. Takk fyrir þetta, Njörður. Það er akkurat og ég bara fagna því að minnihlutinn sé að fagna því að við séum að halda áfram með þetta með uppbyggingu íþróttamannvirkja. Það sé bara mjög mikilvægt, við erum bara og í þeirri stöðu sem við erum núna, þá er bara gott að horfa til framtíðar og bregðast við með varanlegum lausnum sem auðvitað fela í sig kannski aukinn kostnað miðað við það sem var áður, en þá erum við að hugsa til lengri tíma og við erum líka að hugsa til þess að þarfirnar hjá okkur núna í dag eru kannski aðrar heldur en það voru fyrir 10 árum og við þurfum líka að hugsa til lengri tíma. En eigum við ekki að eru fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál? Já, segjum við. Svo var ég svolítið að velta fyrir mér þessum hóp, og eftir ég sem ég les þetta blað oftar og líst mér verra á þetta vegna þess að mér finnst verkefnið sem þessi hópur að fá í fangið alveg gjörsamlega óraunhæft. Fyrsta lagi, þetta 10 manna hópur sem ekki skipaður af fagaðilum, það kemur hagsmunaaðilum það kemur einn hagsmunaaðili úr Hamri inn í henni hóp. Ég vilja sjá aðila úr öllum deildum, þannig að það eru notendur hússins, pólitískir fulltrúar með fullri virðingu fyrir þeim, hafa mislítið vit á íþróttahúsum, bara svo það sé sagt. Ég vilja sjá fleiri koma úr íþróttafélaginu, þannig að það eru þau sem að koma til að nota húsið. Svo velti ég líka fyrir mér tímasetningunni, það 3-4 vikur í skil. Það myndi halda þessu hópur þyrfti að funda 2-3 í viku til þess að ná að sinna því sem hann á að sinna. Og svo spurning með verkfræði þáttinn. Að vísu Jón Friðrik í þessum hóp, það ekki rétt með. Þannig að hann kemur kannski sterkur en það. En svo það spurning líka hvað á hópurinn að gera. Ég veit að það stendur þarna í skjalinu, en á hópurinn til dæmis að kostnaðargreina framkvæmdina. Það er kannski næsta spurning. Takk sem fleiri sem vilja. Já, gjörðu svo vel, Njörður. Þá reikna ég með að ef það er skoðun Sjálfstæðisflokksins að þetta sé hópur sem að ráða ekki við verkefni, að það eru fleiri sjónarmiðin, þá hafi það gilda sama þann hóp sem það var settur saman til þess að skoða viðbygginguna við íþróttahúsið sem var kringum Sjálfstæðisflokksins bara fyrir nokkrum árum. Þá reikna ég með að það sé alveg það sama. En það er alveg ágæt ábending samt sem áður. En ég vil þó benda á að það vill svo skemmtilega til að
Formaður knattspyrnudeildarinnar situr í þessum hóp en hann líka fulltrúi í skipulags- og mannvirkjanefnd og þarna höfum við líka formann í skipulags- og mannvirkjanefnd sem Arnar sem hefur mikla reynslu af byggingum og framkvæmdum og svo Jón Friðrik og svo Jóhann sem hérna menningu og frístundafulltrúi. Já, hvað ég að gleyma að svara einhverju fleiru frá þessu? Kostnaðargreining. Já, kostnaðargreining, hvort að þessi hópur eigi að kostnaðargreina það? Nei. Sko, þessi hópur á fyrst og fremst að skoða hvað er hægt að koma, eða hvað er þörf á að koma inn í slíkt hús. Þannig að það mögulega aðrir og meiri möguleikar í notkun á svona húsi heldur í loftbornu íþróttahúsi. Og þá þótti okkur rétt að setja slíkan hóp af stað þar sem eru meðal annars fulltrúar frá Hamri sem eru notendurnir. Og það er nefnilega ýmsir möguleikar. Einn möguleikinn sá að hafa grunninn stærri, að stækka húsið. Annar möguleiki sá að byggja við húsið síðanir, en mögulega horfa á þetta strax í upphafi hverju möguleikan eru. Já, tímaramminn þröngur, en hann átti að vera 4 vikur, vegna þess að við ætluðum að ákveða þetta síðastliðinn 50 en það frestaðist af einni ástæðu. En við erum líka svolítið kapphlaupi við tímann vegna þess að þetta tekur allt saman tíma. Tímaramminn eiginlega þannig að við stefnum á að húsið verði komið haustið 2023. Og það þýðir það að það þarf að vinna útboðsgögn núna í haust. Útboð í lok árs eða byrjun næsta árs og síðan framkvæmdir í 8 til 10 mánuði sem eru upplýsingar sem við höfum fengið frá framkvæmda aðilum og verktökum að það eigi að geta hafist. En það sem við höfum líka að hafa í huga að þessi hópur, hann hefur ýmsar upplýsingar sem hafa verið unnar áður. Það eru upplýsingar meðal annars frá þessum hópi sem að Sjálfstæðisflokkurinn skipaði og er eiginlega einsamsettur fyrir nokkrum mánuðum varðandi viðbygginguna. Það var auðvitað ýmsar þarfir sem þar komu fram. Það hafa komið upplýsingar frá öllum deildum Hamas sem hafa komið í aðdraganda í raun og veru kosninga, leyfi ég að segja. Já, akkurat. Þannig að þær upplýsingar liggja fyrir og að höfðu samráði við hittum hér stjórn Hamas og fórum yfir þetta mál með þeim. Og það voru allir sammála að reyna að vinna þetta hratt. Við höfðum ýmsar upplýsingar, þannig að þess vegna setjum við þetta svona stað. Fleiri takk fyrir kunngjörðir. Sandra og svo Alda. Já, ég eiginlega tek undir bara allt það sem Njörður var að segja og kannski að ég var í þessum hóp síðast, þannig að ég sat þessa fundi og það var hellingsvinna unnin á mjög skömmum tíma og við náðum að afkasta ansi miklu og eins og Njörður kom inn á þá þessi gögn til en fyrirmælin þá og það sem við fengum þá að vita að þá áttum við að finna þörfina ofan á gólfi sem núna eða var til staðar en nú erum við kannski að horfa aðeins lengra og við erum orðin ansi bara íbúðum hefur fjölgað ótrúlega mikið á þessum 10 árum og við þurfum líka að horfa að það er ekki nóg að skoða þörfina hvernig hann núna. Við erum stækkandi bæjarfélag eins og við vitum öll og við þurfum að horfa svolítið lengra fram í tímann. Hvar verðum við eftir 10 ár? Hver verður þörfin þá? Og að við séum ekki alltaf að bregðast við heldur við séum að horfa svolítið fram í tímann. Þannig að en eins og ég segi, við unnum hratt síðast í þessum hóp og ég held að sé alveg bara allir sammála það að leggja hart að sér að gera slíkt sama núna. Fulltrúi frá Hamri í þessum hóp og eins og Sigmar spurði að það þyrfti að heyrast rödd allra sem að vinna í húsinu, ég er sammála en það er erfitt að vera með hönnunarhóp eða svona hóp með samanstöndum af 20 einstaklingum og það bara verður ómarkvisst þannig að við gerum ráð fyrir því að fulltrúi Hamas stjórn sjáum svolítið að koma þeim skilaboðum áleiðis. Þannig að en eins og segi, það er hellingsvinna búin og við erum að vinna ofan á það sem komið Þannig að já, takk. Takk fyrir þetta Sandra og næsta var Alda fyrir svör. Já, forseti, ég svona aðeins, ég heyri að
tölurnar eru gefnar upp með við fótboltahús. En annað sem að mér er svona hugleikið, það er með alútboð. 2 síðustu stóru alútboð í Hveragerði hafa ekki gengið eftir, bæði við viðbyggingu á leikskólanum Óskaland og svo við hjúkrunarheimilin. Þannig að svona spurning hvort það ætti að skoða þennan lið svolítið, hvort að alútboð sé málið eða hvort það þurfi að hljóta það. Takk fyrir þetta, Átta. Fín ábending. Sjónarmun á undan Sigmar og svo næsta njörður. Svo endur við þetta á bókun líka þá áður. En ég sko, svona í þessu ferli öllu saman og í kosningabaráttunni og öllum þessum hamarsallar farsa, þá sko, ég komið svona vandræðilega mikinn áhuga fyrir íþróttamannvirki og búinn að skoða ansi margt í þessu. Og ég er þeirra skoðunar, bara með fullri virðingu, að meirihlutinn lifi í smá draumaheimi varðandi fyrsta lagi kostnað og öðru lagi framkvæmdatíma. Ég ætla bara að fullyrða það hér í hljóð og mynd að þessi bygging kostar aldrei undir 1 milljón, sennilega nær 2, og þetta felur í sér 2 til 3 vetur þar sem íþróttastarfið er í Lamasessi. Þannig að mér finnst núna á ykkar öðrum bæjarstjórnarfundi að þessu bæði að steypa bænum eða að steypa bænum í skuldir sem við ráðum ekki við og hins vegar að knésetta íþróttastarfið. Vegna þess að þessi bygging rísi að ári finnst mér bara fráleitt hugmynd. Og það er bara á sér engan stoð í raunveruleikanum miðað við svona það sem hefur gerst annars staðar. Takk Sigmar, og áðurna í hleypi nyrði hérna að þá langar með þess að bregðast til þessu. Á fundi bæjarstjórnar 13. apríl þá var tekin ákvörðun það að fara leiðina sem frægur orðin. Og ég vil nú bara eiginlega viðurkenna það, í einfeldni minni stóð í þeirri meiningu að sú leið yrði farin, að við værum þá, ég treysti því bara, við í kosningabaráttunni þá gagnrýndum við allan tímann verklagið, ferlið, að allar upplýsingar var ekki á borðinu og það var ekki tími til að fara í þá upplýsingaöflun sem við erum búin að vera í núna síðustu 5 vikurnar, 6 vikurnar. Það var ekki hægt að fara í það þá og þá hugsaði ég og við í Framsókn, það er ok, við erum að fara að fá íþróttahúsin í haust. Svo kom annað upp á daginn eftir kosningar sem er bara mjög alvarleg staða og nú þurfum við rauninni að vera að bregðast við þeirri stöðu, þannig að þessi tími sem verður til þess að málið frestast, við vitum alveg hver ber ábyrgð á þeim tíma og ég ætla að reyna að fá að horfa til framtíðar núna. Nú eru mál að linni og ég vil segja það að í þessum farsa, eins og var talað um hérna áðan, eða í þessu ástandi, er tækifæri til að gera betur. Og ég held að það sé bara tímabært að nú er tækifæri til að gera betur. Það er eðlilegt, segir maður, að fara og tala um kostnað. Það er ábyrgð okkar hvað svona byggingar kosta. En við þurfum líka að hugsa vel fram í tímann, hvernig hús ætlum við að fara í, ætlum við að eiga varanlegt hús fyrir framtíðina og líka varðandi rekstrarkostnaði. En Njörður hefur kveðið sér ljós, Gjörðu. Hér hefur Sigmar upp í stór orð og segir að þetta sé óraunhæft. Við séum að steypa bænum í skuldir og eyðileggja íþróttastarf. Þetta er auðvitað bara innantóm orð, en það var engin rökstuðningur hér á bakvið. Og það er mjög mikilvægt í öllu starfi, hvort sem í pólitísku starfi eða bara í þínu starfi í stofnunum eða fyrirtækjum, að þú rökstuðir það sem þú setur fram, en kemur ekki með innantóm orð. Þetta eru upplýsingar allt sem við höfum frá framleiðendum og verktökum sem hafa sett upp slík hús bæði hér á Íslandi og í Noregi. Þetta er framkvæmdatíminn og það er það sem við erum að horfa á. Og við leggjum gífurlega áherslu á að þetta náist. En það er líka, ég vil koma hér aðeins inn á það, að ástæðan fyrir því að við erum að hverfa frá því að reisa hér loftbor íþróttahús, það er vegna þess að við höfum ekki fengið nægilega skýr svör frá Dúor ýmsa þætti.
í hinu loftborna íþróttahúsi. Til dæmis hvers vegna það féll og gæði dúksins. Og þegar við tókum hér við eftir kosningarnar og eins og þið hafið eflaust orðið vör við, að þá vantaði mjög mikið af gögnum hér inn í málakerfi bæjarins svo við getum áttað okkur á stöðum. Eins og forseti fór hér yfir áðan, þá héldum við að það væri búið að panta dúkinn sem að var svo ekki búið að gera. Og við vorum heillengi að finna þær upplýsingar vegna þess að þær lágu ekki fyrir í málakerfi bæjarins eins og lög kveða á um. Það er nefnilega skráningarskylda og varðveisluskylda á slíkum gögnum. Og á því ber fyrrverandi bæjarstjóri ábyrgð. Nú, svo kemur í ljós í júní, þá kemur í ljós enn eitt skjalir sem að vanta inn í málakerfi bæjarins. Það er skýrsla frá Verkís sem að sendar 4. apríl, takk ég eftir, meiri mánuði fyrir kosningar. Það sem þau sendar, það eru 8 spurningar til Dúor, meðal annars hvers vegna féll höllin, styrkleiki dúksins og annað sem skiptir gífurlega miklu máli. Og þegar við sjáum þetta skjal, þá áttum við okkur á því hvers vegna var ekki búið að panta dúkinn á sínum tíma. Það var vegna þess að þeir voru búin að svara. Og þeir svöruðu núna, þeir sendu svar við þessu spurningum núna síðustu mánuði, nema hvað að þeir svaraði þeim ekki öllum nægilega vel. Þeir fara fram hjá því af hverju dúkurinn féll. Þeir fara fram hjá ýmsum spurningum. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur í sinni umræðu núna undanfarna vikur verið að segja að sé ákvörðunarfælinni hér, af hverju förum við ekki bara í dúkinn? Við langar bara að spyrja. Hefðu þið plantað dúkinn án þess að hafa svör í þessu spurningum? Hefðu þið gert það? Við erum ekki eftir búin að fá nægilega góð svör. Hefðu þið farið í að planta þennan dúk? No matter what. Afsakið slættinu. Við langar bara að fá svarið því. Takk Njörður. Fleiri sem að vilja hvað sem ljós? Ég vil bara svara þessu. Og ég hef náttúrulega ekki séð þessa skýrslu sem þú ert að vísa til, Njörður, en miðað við, bara nú hef ég eftir fyrrverandi bæjarstjóra, miðað við þær upplýsingar sem við höfðum í höndunum og þær fyrirætlanir frá Dúor að bæta loftbornahúsið, og já, þá hefðum við farið í það að panta loftbornahúsið eins og okkar langar að gera þetta í dag. Það er ekkert engin djúpur á okkur þar. Og ég að lesa upp bókunum okkar núna. Kannski ég sé að það eru fleiri sem vilja tjósa máli og svo kallaði til hérna. Ég sé að Njörður hefur ekki beðið orðið fyrir Sveinlaugur. Forseti, hér hefur verið að gagnrýna mögulegan kostnað við nýja Hamarsvöll sem að eins og við leggjum upp með að hún verði stálgreindarhús, límtré eða úr öðrum föstum efnum. Þetta er svolítið aðstæðilegt að þurfa að segja að við ætlum að byggja hús úr föstum efnum en þannig er nú staðan í Hveragerði. Þá er það líka gífurlega áhugavert og gott að Hveragerðingar heyri það að þrátt fyrir mjög mikilvægum spurningum gæði loftbornahússins sé ekki ennþá svarað, þá hefði Sjálfstæðisflokkurinn farið í að panta. Það er ekkert annað en áhættu fjárfesting. Og hér kemur fram í þessari skýrslu að dúkurinn hafi rýrnað 37% á þessu 10 árum, sem er miklu meira heldur en framleiðandi sagði. Hann hefur heldur ekki svarað því. Þannig að það er bara mjög gott að heyra það að Sjálfstæðisflokkurinn hefði farið í að panta svona hús aftur, þrátt fyrir þessum mikilvægu spurningum gæði hússins, hversu lengi það muni mögulega standa. Það sé ekki svarað. Já, Sigmar, fyrir svör. Og ég endurtekki, þá var ég ekki með þessa skýrslu í höndunum. Þannig að ég hef enga forsætti til þess að taka afstöðu til þess sem stendur í skýrslunum. Eins og ég sagði, miðað við þær upplýsingar sem við höfðum í höndunum, miðað við það sem Dúor var búið að lofa varðandi betrumbætur á loftbornahúsinu, þá já. Er þetta nú skýrt? Ég langar til þess að bæta við, af því að þið voru að tala um að horfa til framtíðar.
Við viljum líka horfa til framtíðar og við gerum okkur grein fyrir því að byggðin í Hveragerði er að þróast í ýmsar áttir. Til dæmis því að nú svolítið talað sólborgarsvæði. Og við gerum okkur grein fyrir því að á því svæði kemur til með að þurfa uppbyggingu íþróttamannvirkja. Það var eitt af því sem við vorum að horfa til. Hamarshöllin gæti verið lausn sem við ráðum við að kaupa núna. Ráðum við að taka í notkun strax til þess að íþróttalífið haldist á lífi, til þess að börnin okkar hætti ekki í íþróttum sem þau eru nú þegar farin að gera og byggja svo upp íþróttamannvirki varanleg eins og Njörður segir á sólborgarsvæðum. Ég ætla að fá aðeins að takk fyrir þetta Sigmar. Ég samt velti fyrir mér. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki með aðgang að þessari skýrslu sem að bæjarstjórinn fyrrverandi var með aðgang að, þannig að þið eru ekki upplýst þessa skýrslu. Samt sem áður eru þið með svör frá Dúol sem að við höfum ekki fengið staðfest skriflega að þeir ætla að laga dúkinn. Við höfum hvergi séð það á frétti, þannig að mér finnst vera að koma mjög áhugaverðar upplýsingar fram. En við tölum ekki úr sæti hér, við tölum hér, við biðjum orðum. Njörður þú út næstur, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði að vera komin inn á sama og forseti kom hér inn á. Það er mjög skýrt að þið höfðu ekki þessar upplýsingar. En það er algjörlega ljóst að þessar upplýsingar voru hjá bæjarstjóra og mögulega hefur hann ekki upplýst ykkur hver staðan var. Og það er auðvitað ástæðan fyrir því að var ekki búið að panta dúkinn, það voru ekki komin þessi mikilvægu svör frá þessum slóvenska framleiðanda. Ég held að staðan sé þannig og þið hafi bara ekki fengið upplýsingar frá fyrrum bæjarstjóra þetta. Og það er líka mjög alvarlegt en ég skil það alveg að þið sem að hér sitja á þessu fundi hafi kannski ekki haft allar upplýsingar, þetta voru þið ekki bæjarfulltrúar þá og ég get vel skilið það. En staðan er samt sem áður sú að þessar upplýsingar voru ekki í málakerfi bæjarins, sem er auðvitað í andstöðu við lög. Það eru gífurlega mikilvægar upplýsingar sem er enn ósvarað. Og það er bara óábyrgt að ætla að taka ákvörðun án þess að ákvörðun kaup á þessu húsi, án þess að skýr svör liggi fyrir. Já, takk og Alda, gjörðu svo vel. Forseti, ég er svona aðeins að velta fyrir mér, mér fannst við byrja þennan lið á því að horfa til framtíðar eða hvað? Nefndur það ekki í þessu lið? Við ætlum að gera það. Þannig ég er að spá í hvert umræðin er að fara, þú veist, ef þú ekki bara halda áfram. Er það ekki málið? Takk fyrir þetta Alda, Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, sem sagnfræðingur þá verðum við að segja að fortíðin er mikilvæg og við byggjum allar þær ákvarðanir sem við tökum á einhverjum upplýsingum sem við höfum. Og hér er verið að fara yfir það hvers vegna við erum að fara þessa leið að fara í stálgrindahús eða í alvöru hús ef við leyfum að orða það þannig. Það er út af þessu upplýsingarleysi sem við höfum fengið bæði frá í raun og veru fyrrum meirihluta Sjálfstæðisflokksins vegna þess að það lá ekki fyrir hér í bæjarkerfinu stöðuna en líka svarleysi frá þessu slóvenska framleiðanda og það er ástæðan. Og það er mjög mikilvægt að við tökum alltaf ígrundar ákvarðanir sem að byggja á einhverju sögu. Það lærum við í sagnfræði. Fleiri sem vilja tjá sig mál 8 á dagskránni? Það er bara bók. Það gjörðu svo vel, Sigmar, gjörðu svo vel. Kannski, forseti, kannski bara áður ég les bókunina, sko, þá bara, ég ætla bara að segja að mér hlakkar til að sjá 235 milljón króna hús uppreist tilbúið til notkunar í Hveragerði næsta hús. Því það er það sem þið ætlið að gera. En bókurinn er svona. Fulltrúar D-listans lýsa yfir áhyggjum sínum yfir því að enn sé ekki hafna framkvæmdir vegna uppbyggingar Hamarshallar. Ljóst er að ekkert íþróttastarf fari fram í Hamarshöllinni veturinn 2022-2023 og þá er einnig afar ólíklegt að svo verði veturinn 2023-2024. Að hönnunar- og framkvæmdatími taki 1 ár er algjörlega óraunhæft. Ef byggja á íþróttamannvirki úr límtri eða stálgrind þarf að breyta burði í grunninum ef á annað borð á að nota sömu staðsetningu og stærð.
Þessi ákvörðunarfælni efni í nýja Hamarshöll setur allt íþróttastörf í Hveragerði í uppnám. Þessi fulltrúar D-listans eru enn þeirrar skoðunar að loftboruhús sé hagkvæmasta lausnin í framhaldi eigum við að horfa saman á framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja á til dæmis Sólborgarsvæðinu. Og undir þetta rita Alda og Sigmar. Hver er þetta, Sigmar? Ég legg til að við tökum örstutt fundarhlé klukkan 18:05. Við fengið þessa bókur og bara senda það við tölvupósti bara eitthvað.
Þetta er þarna. Svo upp. Þessi og upp. Hvað gerir þið? Þessi hérna? Nei, þú ert að gera húsið nú. Já, þetta kemur. Já, ég var í dóvillir. Það var það. Jæja, þá er það komið. Þá höldum við aftur fundi klukkan 18:24 og meirihlutinn er með bókun. Smiljörður. Og reyni ég í þessu bókina þá rétt að nefna og ég leiðrétta mig þess að ég sagði að ég ráða með 235 milljónir fyrir stálgrindarhús einangur með dúk, 252 er réttar að sem hefur komið frá framkvæmda aðila þessa aðila en það er auðvitað húsi sjálft og þá vantar auðvitað íþróttahúsið inn í og slíkt eins og er með loftformhús, það er auðvitað ekki inn í verðreikningum þar. Meirihlutinn leggur fram eftir þann bókun og hún hljómar svo. Það er mat meirihlutans eftir ítarlega skoðun á upplýsingaöflunum síðustu vikna og fundi með ýmsum fagaðilum að hagkvæma til lengri tíma en í Hamarsvöll verði byggð út föstum öflum, þess að stálgrind, svo sem stálgrind eða víntré. Slík hús hafa meiri notkunarmöguleika en loftbornhús auk þess að vera traustari og henta öllum íþróttum. Upplýsingar framkvæmdatíma eru raundæmi frá framkvæmdaaðilum. Eins og komið hefur fram í umræðum á þessum fundi hafa ekki borist nægilega skýr svör við mikilvægum spurningum frá Dúor og er óábyrgt að taka ákvörðun kaup á slíku húsi án þess að þær upplýsingar liggi fyrir eins og Sjálfstæðisflokkurinn virðist vilja gera. Það eru hagsmunir íbúa Hveragerðis að horft sé til framtíðar í uppbyggingu íþróttamannvirkja og það gerir meirihluti okkar Hveragerðs og Framsóknar. Þetta er eitthvað Dagný, Halldór, Jóhann og samt. Fyrir þetta Njörður og þá hef ég lokað orðið laust á og ég ætlaði líka óska eftir nöfnum ykkar fulltrúa, eða sem sagt fulltrúa minnihlutans í hönnunarhópi. Gjörðu svo, laust. Forseti, það er alltaf að vera áhugaverðar á áhugaverðar. Það voru kosningar fyrir 2 mánuðum. Ekki 2 mánuði síðan og þar á undan var kosningabarátta og það var þannig að talan 260 milljónir skipti Hveragerðingum upp í fylkingar. Það var þannig og ég er búinn að heyra fullt af fólki þar síðast bara helgina sagði við með hópur fólks sem að sagði ég kaus okkar Hveragerði vegna þess að þau áttu stálgrindarhús sem kostaði 260 milljónir. Núna heyri ég það að Njörður er strax farin að draga í land, 252 milljónir, jafnvel herra, svo þetta. Við bendum á þetta í umræðinni sem að fór fram uppálega. Þá held ég að það hafi verið Aldís sem að tala en svo aftur að bæta við brunakerfi, svo aftur að bæta við ljósabúnaði, svo aftur að bæta við þessu. Þið tala verður mikið herri, en þið sögðu nei, 260 milljónir. Og þetta voru upplýsingarnar sem að kjósendur fengu og kjósendur kusu okkar Hveragerði út af þessu. Þess vegna hlakkar mig til þegar þið standið frammi fyrir því að framfylgja þessu vegna þess að það er ekki hægt. Við bendum á þetta aftur og aftur fyrir kosningar. Og nú er strax talan örlítið farin að hækka og ég velti fyrir mér hvar hún endar. Ég kom nú með skot áðan á milli 1 og 2 milljarðir og ég held ég komið til með að slá bara ansinn að liði. Takk fyrir þetta Sumar, ég ætla að kalla eftir fulltrúum í Já, fyrirgefðu, ég gleymdi því. Það er Anita Líf Aradóttir og Alda Pálsdóttir. Fundarritari skráir það, Njörður, og ég ætla svo að fá að loka mælendaskrá eftir þetta. Forseti, það heitir ekki að draga í land þegar maður er að leiðrétta eitthvað sem maður hefur sagt áður. Það heitir að leiðrétta.
Það sem ég var að gera hér var að leiðrétta þessa tölu. 252 milljónir. En það hefur alltaf verið skýrt og ég veit ekki hvaða upplýsingar viðkomandi aðili hefur að það sé alltaf að hækka þessi tala. Það er bara ekki þannig. En þetta er ein lausn. Það eru aðrar lausnir í alvöru húsum. Og það er bara eitthvað sem við þurfum svo að taka afstöðu til hvaða leið við viljum fara. Viljum við fara svona dúkhús eða stálgrindahús? Og við vitum auðvitað að þetta eru hús sem að standa lengur, eru traustar, það geta allir nota, geta allir verið inni sem var ekki með loftborna íþróttahúsi því miður. Þannig að við erum að horfa hér til lengri tíma heldur en 10 ár. Við erum að horfa hér 30-40 ár fram í tíma. Og það er algjörlega ljóst að það mun nýtast Hverakirkju mjög vel að hafa alvöru íþróttahús. Það er möguleiki á að nýta húsi betur fyrir aðra viðburði heldur en bara íþróttaæfingar. Tónleika, sýninga eða slíkt sem var ekki möguleiki í loftborna íþróttahúsum. Og það er þannig að á Norðurlöndunum þá eru menn að hverfa frá þessum loftborna íþróttahúsum. Það eru mörg dæmi að þau hafi einmitt fallið til dæmis í Noregi og þá hefur verið reist slík stálgrindahús á grunnum þeirra loftborna íþróttahúsum sem höfðu fallið. Þannig að það sem við erum að gera hér er að horfa til lengri tíma og taka upplýsta ákvörðun um hvað er best fyrir bæjarbúa. Og við viljum líka hafa í huga að stofnkostnaður loftborna íþróttahússins var hálfur milljarður. Og það er bara upplýsingar sem við höfum hérna frá Hveragerðisbæ. Auk þess að rekstrarkostnaðurinn var miklu hærri heldur með hefðbundið hús hefði verið byggt eins og kom vel fram í grein Arnars sem núna formaði Skipulags- og mannvirkjanefndar fyrir kosningar. Og enginn hefur hrakið þær upplýsingar sem þar koma fram. Þannig að til lengri tíma, þó að það sé dýrara að byggja, þá er þetta hagkvæmara fyrir Hveragerðisbæ. Hagkvæmara í rekstri, hagkvæmara í notkun. Þetta er hús sem mun standa lengur, þetta er hús sem er hægt að nota meira og svo framvegis. Og það er alltaf þetta sem við þurfum að hugsa þegar við erum að taka ákvarðanir. Og aftur vil ég nefna það. Það er gífurlega mikilvægt þegar maður setja eitthvað fram. Að maður hafi rök fyrir því. Maður setja ekki fram eitthvað staðlausa stafi eins og eitthvað mun ekki standast, þetta mun kosta 1-2 milljarða án þess að leggja nokkuð fram. Þannig að ég hvet viðkomandi bæjarfulltrúa, varabæjarfulltrúa að temja sér slíkt háttar. Ég var búinn að loka mældarskrá. Ég ætla að gefa þér færi á að bregðast þess en svo er ég búinn að loka hér eftir og við þurfum að bera upp tillöguna. Ég er að fara í sumarfrí, forseti. Ég er að fara í sumarfrí í næstu viku og mér langar að fara heim núna og segja við Birnu að kaupa okkur hjólhýsi, landkrúser, sumarbústað, síðan fer til Ítalíu. En ég geri það ekki vegna þess að ég hef ekki efni á. Hveragerðisbær hefur ekki efni á þessu húsi. Þess vegna viljum við fara í hagkvæmari lausn sem endist að okkur er sagt lengur heldur en það sem var áður og horfa svo til framtíðar. Takk fyrir þetta Sigmar, ég held að við séum algjörlega búin að svara þessari yfirlýsingu með bókun okkar hérna fyrr og með umræðum meirihlutans hér áður. En það er komið að því að bera fram tillögu meirihlutans ég ætla bara að lesa aftur til að frá okkar Hveragerði og Framsókn uppbyggingu Hamarsallarinnar og skipan í hönnunarhóp. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefi merki og þeir sem eru á móti gefi merki. Það eru sem sagt 5 með tillögunni, enginn á móti, þeir sem setja hjá. Og við bókum það að minnihlutinn situr hjá í þessu máli. Þá er komið að lið 8, en það er sem sagt tillaga frá okkar Hveragerði og Framsókn, nei það er til 9, það er tillaga frá okkar Hveragerði og Framsókn úrbætur á hundasvæðum. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti. Ég er með tillögu frá okkar Hveragerði og Framsókn úrbætur á hundasvæðum. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar leggja til að hundasvæði bæjarins verði gerð snyrtilega og skemmtilegri fyrir hunda að leik. Einnig verði umhverfisfulltrúa og umhverfisnefnd falið að finna hentugan stað fyrir nýtt smáhundasvæði undir hamarinn. Og með þessu er greinargerð.
2 hundasvæði eru í austurhluta bæjarins og eru þau mikið nýtt af hundaeigendum. Mikilvægt er að hundarnir geta hlaupið frjálsir með leik og notið sín í náttúrunni þar sem lausaganga hunda er ekki leyfileg í Hveragerði. Leggjum við því til að hundasvæðið sem liggur næst þjóðveginum verði lagað og gert aðgengilegra fyrir notendur þess, ásamt því að það verði gert skemmtilegra fyrir hunda með hentuðum leiktækjum. Fylgjum við því umhverfisfulltrúa og umhverfisnefnd að finna nýjan stað undir hamrinum og fyrir smáhundasvæðið og finna stað undir hamrinum fyrir smáhundasvæðið og umhverfisfulltrúa sömuleiðis að girða svæðið af fyrir notendur þess. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóna Njörður og Sandra. Takk fyrir þetta, Sandra. Þá er orðið laust um þessa tillögu. Halldór, gjörðu svo vel. Forseti. Ég ætla að lesa upp bókunsögur með þetta. Fulltrúar D-listans telja mjög mikilvægt að huga að uppbyggingu hundasvæði í Hveragerði þar sem áhersla er lögð á svæði bæði fyrir stóra og litla hunda. Við fögnum því að bæjarstjórn sé að huga að þessum málum en bendum á að samkvæmt aðalskipulagi gert ráð fyrir 2 hundasvæðum fyrir stóra og litla hunda á Vorsabæðarsvæðinu. Fulltrúar D-listans leggja til að farið verði í uppbyggingu á hundasvæði til framtíðar á Vorsabæðarsvæðinu. Undir breyta anda og símál. Takk til það, já. Þá ætlum ég bara, já, Njörður. Forseti, já, við erum meðvituð um það að í skipulagi er gert ráð fyrir hundasvæði hérna á þessum stað og hérna við neðan núverandi þjóðvegi frá Skorpnesstöðinni. En það er töluverður kostnaður í því að fara í það, þannig að við sjáum okkur fyrir okkur þessi góð fyrstu skref að bæta núverandi hundasvæði, koma upp einhverjum mögulegum leiktækjum, það er svona lágmarkskostnaður í því. En hitt er auðvitað eitthvað sem við þurfum auðvitað að takast á til framtíðar, þannig að ég myndi leggja til að við svona förum þá leið sem við erum að leggja til hér, það er að bæta það sem þegar er, í staðinn fyrir að leggja kannski milljónakostnað við hérna að útbúa þau hundasvæði sem eru á skipulagi og við verðum út í framtíðinu og við viljum gera. En svona með stöðuna þá leggjum við til að við fyrir þessa leið. Já, og þá, já, gjörðu svo vel sem ég. Ég þakka forseti. Ég kannski bara að lýsa áhyggjum mínum af svæðinu undir hamrinum. Ég býr nú þarna sjálfur og mér finnst tilhneigingin hjá Hveragerðisbæ er að já, setjum þetta bara undir hamarinn. Við ætlum að setja allt undir hamarinn. Og það er bara frísbygólvöllur og það er loftbelgur og hjólabraut og við töluðum aðeins það í kosningabaráttunni að við vildum fara í svona heildarhönnun á þessu svæði. Í staðinn fyrir að bara varpa hinum á þessum hlutum þarna á þetta að ég segi einstaka svæði. Og ég velti fyrir mér, ég hef svo sem ekki vit á hundasvæði fyrir smá hundar, hversu stórt það er eða hvernig það lítur hreinlega bara út, Þannig ég held við ættum allavega að vanda okkur svolítið þegar við setjum hluti á þetta svæði. Takk fyrir þetta, Sigmar. Eru fleiri sem vilja tjá sig málið? Ekki hafa fleiri kveðs í ljós og þá bara ber ég fyrst upp tillögu meirihlutans, þeir sem að breytingartillögu fyrst. Já, ég ber þá upp breytingartillögu minnihlutans, þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Minnihlutinn samþykkir hana, þeir sem að þeir sem eru á móti. Þá er það ljóst að það eru fulltrúar minnihluta samþykkjana en meirihlutinn er á móti og því ber ég fram tillögu okkar Hveragerðis og Framsóknar úrbætur á hundasögum, þeir sem samþykkja hana gefur merki og hún er samþykkt samhljóða með 5 greiddum atkvæðum. Ykkur á móti? Þeir setja hjá? Setja hjá. Við erum ekki á móti uppbyggingu hundasvæða. Minnihlutinn setja hjá í afgreiðslu þessa máls. Þá er komið að lið 10 sem er tillaga frá okkar Hveragerði og Framsókn lengri opnunartíma gámasvæða. Forseti, meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar leggja til að gámasvæðið er opið á sunnudögum klukkan 12 til 16. Það sem eftir í júlí og í ágúst.
Lokað verði þó sunnudaginn verslunarhelgina. Greinargerð. Nokkuð hefur kvartað yfir því að opnunartími skámasvæðisins skuli ekki vera lengri en hann er og sérstaklega helgar þegar bæjarbúar eru mikið að vinna í hverjum sumar. Því meirihluti okkar Hveragerðis og umsóknar auka opnun helgar nú í sumar til reynslu. Undirritaði Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður, Sandra. Takk fyrir þetta Halldór og orðið laust þessa tillögu. Já. Sigmar, gjörðu svo vel. Forseti. Og ég held að við séum öll sammála að það vanti betri opnunartíma á skámasvæði. Hveragerðingar hafa talað það svolítið og þetta var mikið rætt í kosningabaráttunni. Það mætti auka opnunartíma. Ég var aðeins áhyggjur af því að þessi tilraunastarfsemi hjá okkur sé á vitlausum tíma, svona þegar fólk í mikið frá í sumar fríum ekstra annar staðar. Og svo hef ég líka svolítið áhyggjur af mönnum og spurning hvernig gengur að manna það og þurfti væntanlega að vinna það svolítið í góðu samstarfi við umhverfisfulltrúa. Takk fyrir þetta Sigmar. Til þess að svara þessu, mér finnst bara fínasta ábending varðandi þessa tilraunastarfsemi og að hafa það til hliðsjónar líka þegar við skoðum þetta fyrir næsta sumar en þetta var gert með samráði við starfsmenn bæjarins. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Nú þá ber ég þessa tillögu meirihlutans undir fundinn til samþykktar. Þessum samþykki gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 11 en það tillaga frá D-listanum kynjahlutfall í nefndum. Og já, Alda þessi ljós, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að lesa upp tillöguna. Fulltrúar D-listans leggja til að Framsókn og Ó-listi jafni nú þegar kynjahlutfall sitt í nefndum bæjarins. Í umhverfisnefnd og fræðslunefnd eiga 4 konur og 1 karl sæti í hvorri nefnd. En það sem öllu verra að 5 karlar eiga sæti í skipulags- og mannvirkjanefnd og engin kona á sæti í nefndinni. Og greinargerðin hljóðar svo: ljóst að meirihluti Framsóknar og Ó-lista þverbraut sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, 44. grein og samþykktur stjórn Hveragerðisbæjar á fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar þann 7. júní síðastliðinn við skipan fulltrúa í nefndir bæjarins. Í 44. grein framangreindra laga segir ef velja á 2 eða 3 fulltrúa í nefndir skal að minnsta kosti 1 af hvoru kyni vera á lista. Ef velja á 4 eða 5 fulltrúa skulu að minnsta kosti vera 2 af hvoru kyni. Í 7. kafla samþykkta stjórn Hveragerðisbæjar segir í 34. grein framkvæmd kosninga skal vera í samræmi við 44. og 45. grein sveitarstjórnarlaga. Samkvæmt upplýsingum frá lögfræðingi Sambands íslenskra sveitarfélaga hvílir skylda á meirihluta hverju sinni að jafna kynjahlutföll. Með skipan 4 karla í skipulags- og mannvirkjanefnd af hálfu Framsóknar og Ó-lista og ójafna skiptingu öðrum nefndum gengið þvert á það sem segir í sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn Hveragerðisbæjar. Sérstaka athygli vekur að bæjarfulltrúi Ó-listans skrifaði grein í dagskránni sem kom út þann 12. janúar síðastliðinn sem fjallar sérstaklega kynjahlutföll í héraðsnefnd Árnesinga með yfirskriftinni Karlaveldi í héraðsnefnd Árnesinga og fór þar mikinn þann mikla kynjahalla sem þar var. Einnig hefur sami bæjarfulltrúi víða ritað og tjáð sig með ýmiss konar hætti mikilvægi vandaðrar stjórnsýslu Hveragerðisbæjar og gagnrýndi fyrri meirihluta D-listans fyrir að hafa ekki stundað slíka vandaða stjórnsýslu. Undir þetta rita Alda og Sigmar. Takk fyrir þetta Alda og orðið laust þessa tillögu. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti. Takk bara ábendingarna sem hér koma fram. Fyrst að vitna hér í grein sem ég skrifaði og annað sem ég hef sett frá mér á blaði og gagnrýndi meðal annars fyrir meirihluta Sjálfstæðisflokksins stundum fyrir óvöndu vinnubrögð. Þá er ég bara ánægður að heyra að Sjálfstæðisflokkurinn fylgist með og vonandi að taka til sín. En fyrst að nefnd þessi sérstaka grein sem ég skrifaði sem heitir Karlaveldi í héraðsnefnd Árnesinga. Þá í þeirri grein þá var ég að fara yfir hvernig sveitarfélögin hafa skipað í nefndina þannig að
það var mjög stór meirihluti sem voru bara karlar. Og það sem ég var að ganga út frá þeirri grein og var áskorun til þeirra sem voru að raða á framboðslista fyrir kosningar var að framboðslistar settu konur í oddvitasæti. Þær eru oftast valdar svo inn í héraðsnefndina en jafnframt hefði í huga að velja konur frekar í nefndina heldur en karlar til þess að jafna þetta hlutfall. Og mér sýndist núna þegar ég fór yfir fundargerð héraðsnefndar að kynjahlutfallið þar er orðið miklu betur heldur en það var og mér sýnist það nánast bara að vera 50% karlar og 50% konur. Og það er mjög ánægilegt að sjá það. En ef við horfum líka bara til okkar hérna í Hveragerði, hvernig voru framboðslistanir framsettir þar? Það voru 2 listar sem að settu konur í oddvitasæti og þeir eru í meirihluta núna. Og sömu aðilar völdu konur í héraðsnefnd Árnesinga. Þannig að þessir framboðslistar, þeir tóku í raun og veru þessari áskorun það. En það gerir Sjálfstæðisflokkurinn Hveragerði ekki sem að setti kall í oddvitasæti og skipaði svo kall í héraðsnefndina. Þannig að það var þessi grein í héraðsnefndinni. Það var að áskorun hvernig yrði raðað á framboðslistana. Og hérna, það í raun og veru var ekki verið að tala röðin í nefndir heldur akkurat þetta. Og Sjálfstæðisflokkurinn gerði eiginlega þveröfugt það sem ég var nefnt í grein. En þetta er bara ágætt ábending hjá minnihlutanum skipan nefndir og það er alveg rétt að meirihlutinn hverju sinni hann ber ábyrgðin á hvernig kynjahlutföllin eru. Og Sjálfstæðisflokkurinn þekkir það vel að hafa ójöfn kynjahlutföll í nefndum, en það hefur það verið eiginlega alltaf sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur skipað í nefndir. Og til dæmis á síðasta kjörtímabili þá skipaði Sjálfstæðisflokkurinn 2 karla og 1 konu í skipunar sem mannvirkjanefnd, en ábyrgðin var í honum í raun og veru að skipa fleiri konur. Það ábyrgðin er hjá meirihlutanum hverju sinni eins og þið segið að skipa í nefndir. Við höfum fleiri dæmi, en við viljum fara aftur. 2010 voru bara karlar í skipulags- og mannvirkjanefnd eða hét annar þá reyndar. Og þar hafði þá Sjálfstæðisflokkurinn 4 hverju 5 í hverju nefnd. 2014 skipar Sjálfstæðisflokkurinn bara konur í kjörstjórn. Þannig að ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn þekkir þetta vel. En þetta er bara fín ábending og okkar er ábyrgðin að skipa í nefndir samkvæmt lögum og jafna kynjahlutfall. Og við erum með bókun um þetta sem við máum kannski lesa eftir með það. Það er ekki hérna. Þú sér á hann? Jú, það er bara með þetta. Nei, já. Hún er hér sko. Já. Og bókunin er bara mjög einfald. Bæjarstjórn samþykkir að fresta tillögunni. Þannig að það er auðvitað þannig að við þurfum tíma til þess að fara í þetta verkefni. Við getum ekki gert það á þessum bæjarstjórnarfundi, þar var ræðið fólk og svo framvegis. Bara ágætt ábending. Takk fyrir þetta. Nú eru fleiri sem vilja tjá sig um þetta tillögu. Nú þá ber ég í rauninni breytingatillöguna fyrir fundinn. Þeir sem að samþykkja að fresta tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá er það síðasti dagskrárliðurinn sem er liður 12 og það eru sumarleyfi bæjarstjórnar. En ég ætla semst að leggja fram eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir að fella niður fundi bæjarstjórnar í ágúst vegna sumarleyfis bæjarstjórnar og felur bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála í samræmi við 4. málsgrein 8. greinar og 7. málsgrein 31. greinar samþykkta stjórn Hveragerðisbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Svo sem vilja tjá sig þennan lið. Engin hversu ljós og þá ber ég bara eftirfarandi tillögu til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Nú þá er ekkert annað eftir en að þið lesa fundargerð og samþykkja hana og ég slíti í formlegri dagskrá eða beinni útsendingu og þakka þeim sem lítu og þakka ykkur fyrir fundinn og slít fundi klukkan. Nei, ég slítur ekki strax. En þá bara þakka ég áheyrnina.